Erindið sem ég er með í dag ber yfirskriftina Minni sál vegnar vel og ég held að Magnea sé með einhvern svipaðan titil í dag enda var það þannig að hún sendi mér óskalag til að flytja hér í dag sem við ætlum að vera með í lok samkomunnar sem að heitir einmitt Minni sál vegnar vel. Þannig að mér langaði svolítið að segja ykkur frá því hvernig þessi sálmur var til, sögun af því. En Magnea ætlar að tala á annan veg það hvernig sál okkar vegnar vel hér á eftir. Það er gaman að vita og þekkja söguna á bak við svona sálma þegar margir þeirra urðu til við mjög merkilegar aðstæður. En það var þannig að maður sem heitir Horatio G. Spafford, hann var farsæll lögfræðingur og kaupsýslumaður í Chicago með yndislega fjölskyldu og hann var giftur Önnu og saman áttu þau 5 börn. En þau voru hins vegar ekki ókunnug sorg og hörmungum og ungur sonur þeirra dó af lungnabólgu árið 1871 og sama ár urðu mikið af þeirra eignum eldi að bráð í hinum mikla Chicago eldum. En samt sem áður þá leyfði Guð í miskunn sinni og góðvild að fyrirtækið skyldi blómstra á ný. En svo var það hann 21. nóvember 1873 að það var franska farþegaskipið Ville du Havre var á leið yfir Atlantshafið frá Bandaríkjunum til Evrópu með 313 farþega innanborðs. Og meðal farþega voru frú Spafford og dætur þeirra 4. Og þó að herra Spafford hafi ætlað að fara með fjölskyldu sinni fannst honum nauðsynlegt að vera áfram í Chicago til að hjálpa til við að leysa óvænt viðskiptavandamál sem hafði komið upp. Og hann sagði konu sinni að hann myndi sameinast henni og börnunum þeirra í Evrópu nokkrum dögum síðar. Og ætlun hans var að taka annað skip. Nú 4 dögum eftir að skipið lagði úr höfn lenti Ville du Havre í árekstri við öflugt skoskt skip með járnskrokk, Loch Earn. Og allt í einu voru allir borð í mikilli hættu. Og Anna fór í skyndi með börnin sín 4 upp á þilfarið. Hún kraup þar með Anni, Margaret, Lee, Bessie og Tanetta og bað Guð að hlífa þeim ef það gæti verið vilji hans. Eða gera þau tilbúin að þola allt sem biði þeirra. Og það bil 12 mínútum síðar rann Ville du Havre undir yfirborð hins dimma Atlantshafs og flutti með sér 226 farþega og þar á meðal börnin þeirra 4. Nú sjómaður sem réri á litlum báti yfir staðinn þar sem skipið fórst kom auga á konu fljótandi á hluta flagsins. Og það var Anna, enn á lífi. Hann dró hana upp í bátinn og þau voru sótt á öðru stóru skipi sem 9 dögum síðar landaði þeim í Cardiff í Wales. Og þaðan sendi hún eiginmanni sínum skilaboð sem hófust þannig: Bjargað einsömul, hvað á ég að gera? Og herra Spafford rammaði síðar símskeitið inn og setti það á skrifstofu sína. Nú annar maður sem hafði lifað hamfarirnar af, pastor Weiss, rifjaði síðar upp Önnu þegar hún sagði: Guð gaf mér 4 dætur, nú hafa þær verið teknar frá mér. Einhver tíma mun ég skilja hvers vegna. Og herra Spafford, hann pantaði far á næsta lausa skipi og fór til liðs við syrgjandi eiginkonu sína. Og þegar skipið var 4 daga úti, kallaði skipstjórinn Spafford í káetu sína og sagði honum að þeir væru yfir þeim stað þar sem börnin hans fóru niður. Og samkvæmt Barthe Spafford Wester, dóttir sem fæddist eftir harmleikinn, skrifaði Spafford sálminn It is well with my soul eða Minni sál vegnar vel á meðan á þessari ferð stóð. Og Jón Hjörleifur Jónsson þýddi sálminn svona yfir á íslensku: Þó friðurinn streymir sem ljúfasta lind,
þá ljósti mig sorgir sem hel, hvert hlutskiptið verður ég syng þennan söng, minni sál vegnar vel. Og eins og ég sagði að þá munum við syngja þennan sálm hér í lok samkomnar. Nú Anna, hún fæddi 3 börn til viðbótar, eitt af þeim lést 4 árum af óttalegri lungnabólgu árið 1881. Og upp úr því þá flutti fjölskyldan til Jerúsalem og fjölskyldufaðurinn dó og grafinn í þeirri borg. Og það segir í Filippibréfinu 4:7: Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Og svo segir líka í Rómverjabréfinu 8:28: Vér vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Og við skiljum ekki alltaf hvernig allt getur samverkað til góðs þegar við göngum í gegnum hörmungar lífsins. Hvað þá þegar slíkar hörmungar eins og þessi fjölskylda þurfti að þola? Páll sem skrifaði Rómverjabréfið þekkti vel af eigin raun vandamál og þjáningar. Hans þjáningar eru setta fram í stuttu máli í síðara Korinthubréfi 11:24-27 þar sem segir: Að gyðingum hef ég 5 sinnum fengið höggin 39, 3 verið hússtríktur, 1 sinni verið grýttur, 3 beðið skipbrot, verið sólarhring í sjó. Ég hef verið á sífelldum ferðalögum, komist í hann krappan í ám, lent í háskaveldum ræningja, í háskaveldum samlanda og á veldum heiðingja, í háska í borgum og í óbyggðum, á sjó og meðal falsbræðra. Ég hef stritað og erfiðað, átt margar svefnlausar nætur, verið hungraður og þyrstur og iðulega fastað, og ég hef verið kaldur og klæðalaus. Og málið að Páll skildi þjáningar eins vel og hver annar. Ef það var einhver sem hefði ástæðu til að velta því fyrir sér hvort að allir hlutir samverka til góðs eða ekki, þá var það Páll. Og í samræmi við sterka trú sín á Guð gaf hann lesendum sínum þá kröftugu fullvissu að allir hlutir muni að lokum verka til góðs. Og ef þú ert að glíma við vandamál í lífið þínu, Páll postuli einhver sem að þú getur leitað til að fá uppörfun, og hann skrifaði ekki bara þetta að takast á við þjáningu sem einhvers konar kenningu. Hann lifði það og upplifði það persónlega í sínu eigin lífi.